Jæja, þá klukkan orðin 12. Ég held við ættum ekkert að draga það eitthvað að byrja þennan fyrirlestur. En verið öll hjartanlega velkomin hingað í Þjóðminjasafn Íslands á þennan annan fyrirlestur hádegisfyrirlestraraðarinnar sem hérna annan hvern þriðjudag og tengist starfsemi safnsins, meðal annars sýningum. En ég vil benda ykkur á að þessi dagskrá hún aðgengilega á vefsíðu safnsins, bara undir viðburðir framundan. En næst á dagskránni, það hún Ásdís Kalman sem hérna 24. október og þá ætlar hún að fjalla verkefni sem að hún ásamt safninu fór af stað með í samvinnu við Rauða krossinn börn á flótta sem að tengdist líka Íslandi heimurinn í Íslandi. En þessi sýning hún var opnuð hérna í safninu í Bóasal á annarri hæð síðasta haust og sýningarhöfundar, það þær Kristín Loftsdóttir og Unnur Dís Skaftadóttir, en þær báðar prófessorar í mannfræði við Háskóla Íslands og þær fengu til þessu sig fræðimenn og þar á meðal Ólafur Astrik sem heldur hérna fyrirlestur í dag, en hann dósent í þjóðfræði við Félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands og hann skrifar ásamt Kristínu grein í ritið sem kom út í tengslum við sýninguna og ég held að hérna heitir sama nafni og sýningin. Og hún fæst hérna í búðinni, ef ég lauma því að einhverjum hérna. Fyrirlestur Ólafs í dag heitir Af erlendu vógreiki, íslensk þjóðmenning og viðtaka óæskilegra menningaráhrifa. En ég bendi á að í lok fyrirlestursins að þá gefinn kostur á spurningum og þá bara einfaldast að rétta upp hönd og tala hátt og skýrt. Og svo myndi ég vilja bjóða ykkur öllum líka hérna að skoða sýninguna Íslandi í heiminum, heimurinn í Íslandi. Og þá myndum við bara ganga saman hérna út þessa dyr hérna fyrir aftan ykkur. En hérna þá ekkert fleira heldur en að bjóða hann Ólaf velkominn. Gjörðu svo vel, Ólafur. Já, takk fyrir Ingunn og takk fyrir Þjóðminjasafn að bjóða mér að koma og messa í dag. Hvað eiga skáldsagan Kapítóla, jazzmúsík og stuttklipptar Reykjavíkurstúlkur, expressionísk myndlist, kannasjónvarpið, pönkið, klámsíður veraldarvefsins og fyrstu persónu tölvuleikurinn Grand Theft Auto sameiginlegt. Harla lítið og þó. Allavega þessi menningarfyrirbrigði verið þættir í vakningu meðal þeirra sem umhugað siðferði og velferð þjóðarinnar, ekki síst ungmenna. Allavega þessi menningarfyrirbrigði gefið tilefni til að ígrunda og vara við hættum sem stafar að menningu þjóðarinnar og lífsháttum. Tilefni til að velta fyrir sér hvað hægt að gera til að sporna við afsíðum þjóðarinnar og almennri lágkúru. Allt þetta menningarfyrirbrigði sem að rekið hafa á fjörur landsmanna síðustu öldina, eða rúmlega það, erlent vogrek, svo notað sé orðfæri Sigurðar Nordal. Í frægri ritgerð frá árinu 1924 varaði Sigurður við því sem hann kallaði að opna málvort og menntir fyrir erlendu vogreki. Við þyrftum á nokkurs konar landamæra eftirlit í menningarmálum að halda, þar sem við sigtuðum útlendu lágkúruna frá því besta sem hefur verið hugsað og vitað á vettvangi heimsmenningarinnar, allt í þágu þess að hér viðhaldist heilbrigð og göfug menning. Þessi listi kann kannski að stuða einhverja, að minnstakosti kann ógnin að sumu hér að þykja harla léttvæg í samanburði. Harla hægt að bera saman menningarlega hættu af Rómönum á borð við Kapítólu, með til dæmis þá brenglun hugmynda kynlíf og hlutgerfingu kvenlíkamanns sem að unglingspiltum miðlað á klámsíðum. Alla geta expressionísk málverk skapað viðlíka samfélagsógn og langtíma notkun ungmenna á grófum fyrstu persónu ofbeldisleikjum þar sem að drifkrafturinn virðist aðallega felast í því að drepa sem flestar manneskjur.
Líklega er þetta ekki alveg sambærilegt. Viðtöku saga hinna saklausari menningarfyrirbrigða á þessum lista gefur þó tilefni til að ætla að hinnir sögulegu gerendur sem vöruðu við hættuna af þeim á sínum tíma hafi litið hina meintu ógn sem stafaði af Kapítólu og drengjakollinum mjög alvarlegum augum og talið afleiðingarnar geta orðið skelfilegar fyrir þroska, heilbrigði og siðmenningu bæði einstaklinga og samfélags. Í þessum fyrirlestri ætla ég að beina sjónum mínum að nokkrum dæmum, einkum frá fyrrihluta 20. aldar, menningarfyrirbrigði sem málsmetandi menn skynjuðu sem ógn við íslenska menningu. Í samhengi okkar tíma koma viðbrögðin stundum annarlega fyrir sjónir, kannski úr takt við tilefnið og sýna jafnvel óskiljanlega afturhaldssemi eða hlægilega forpokun. Ég hef valið að stilla þessum dæmum upp við hlið þekktra menningarógna úr okkar samtíma, ekki af því að ég vilji gera lítið úr aðsteðjandi menningarvá sem að beinist að samfélaginu nú stundir, hvort sem það er internet, klám, tölvuleikjaofbeldi, grasreykingar eða enskuvæðing samfélagsins. Það er alls ekki meining mín að halda því fram að menningarógnir sem við glímum við í dag mun og einhvern þátt þykja hlægilegar eða úreltar á morgun og það getur svo sem alveg verið. Pæling mín er fremur sú að með því að skoða mat manna á meintum menningarógnum fortíðar getum við áttað okkur á virkni slíkra hugmynda í að skýra og skilgreina félagslega sjálfsmynd og útilokunar aðferðir, hvernig í íslensku samfélagi hefur verið fengist við að draga upp andstæðumynd okkar og hinna og hvernig andúð á því útlenda hefur mótað sjálfskilning okkar og hugmyndur hvað sé íslenskt og hvað ekki. Hugsun mín er í stuttumáli sú að með því að beina sjónum að því sem skilgreint hefur verið á mismunandi tímapunktum sem andstætt íslenskri menningu fáum við mikilvægar upplýsingar einkenni íslenskrar menningar. Sömuleiðis getum við komið auga á hvernig menningarlífið mótaðist að ýmsu leyti í samhengi þess sem sérfræðingar, sálnahirðar og stjórnmálamenn skilgreindu sem mótkvært siðferði og menningu þjóðarinnar. Þeir sem að bera hag samfélagsins fyrir brjósti, beita sér gjarnan fyrir þjóðþrifamálum, vilja stuðla að betrun og uppbyggingu samfélagsins. Hugmyndir umbætur hanga saman við viðspyrnu við hvers konar þróun sem getur stuðlað að hnignun eða eyðileggingu verðmæta sem einn eða annar skilgreinir fyrir hönd samfélagsins í krafti sérþekkingar sinnar eða menningar auðs. Og það getur verið stúið að meta þá samfélagsógn sem stafar af framandi menningarfyrirbrigðum. Það sem einum þykir til marks skertan viðnámsþrótt samfélagsins gegn ómenningu, þykir öðrum til marks frelsi frá íþyngjandi og skaðlegum siðferðisreglum og feli á þann hátt í sér betrun samfélagsins. Í samfélagsumræðunni finnum við ótal dæmi nákvæmlega þetta sem líta má á sem samræðu eða samningaviðræður mörk hversdagslífsins. Hvaða siðir eru eftirsóknarverðir, eðlilegir, forsvaranlegir, réttlátir og svo framvegis í samhengi íslensks samfélags. Hvernig hegðun fellur að grunngildum samfélagsins, menningararfi, lýðræðishefð eða hvað innan við kjósum að líta á sem mikilvægt eða miðlægt í sjálfsmynd okkar, daglegu lífi og menningu. Þótt Sigurður Nordal sæi ástæðu til menningarlegs landamæraeftirlits kom hann sjálfur orðum að þessu dýnamíska einkenni menningarlífsins sem ekki fái endurnýjað sig í einangrun þegar hann vék að því sem hann vísaði til sem heilbrigðs jafnvægis þess erlenda og innlenda. Öll menning, skrifaði Sigurður, hefur síðan sögur hófust blómgast með þeim hætti að erlend áhrif og heimafengin hugsun hafa tekið höndum saman. Engin þjóð virðist eiga frjósemi til þess að endurnýja menningu sína í fullri einangrun. En hitt er engu að síður nauðsynlegt að sú menning sem vex upp fyrir aðkomin áhrif standi í djúpum rótum í eðli og fortíð þjóðarinnar.
Erlenda og innlenda verður jafnan að vera í heilbrigðu jafnvægi en vel á að fara. Erlend vogrek þá eitthvað það menningarfyrirbæri sem vísir menn telja að standi í litlum eða engum tengslum við rótarflækju þjóðareðlisins eða menningararfsins, eitthvað sem að sé í eðli sínu framandi og útlend, ólíkt öðrum erlendum áhrifum sem taka á sig jákvæðri mynd sem endurnýjandi afl. Sem dæmi neikvætt mat á menningarfyrirbæri má taka viðhorf Guðmundar Finnbogasonar, háskólaprófessors í hagnýtri sálarfræði og landsbókavarðar á 3. áratug síðustu aldar til þess að íslenskar konur máluðu sig eða klipptu hár sitt stutt í anda tísku tímabilsins. Guðmundur hélt því fram í ræðu og riti, og ég legg áherslu á í fullri alvöru, með vísan í virta erlendra og innlenda sérfræðinga að andlitsfarði væri stórhættulegur bæði líkamlegri heilsu og ekki síður siðferði kvenna. Íslenskum konum væri sérstaklega hætt við farðanum, en hann hafði í rannsóknum sínum komist að því að þær íslensku bæru af í samanburði við erlendar konur hvað litfegurð hörundsins snerti. Hér skipti góður kynstofn miklu. Guðmundur var einn þeirra fræðimanna sem gældu við mannkynbótastefnuna, en líka loftslagið á Íslandi sem Guðmundur sagði skapa kjöraðstæður heilbrigðs og fagurs litarhafts, enda hafði honum ekki sýnst íslenskar konur vestanhafs eins litfríðar og hér heima. Guðmundur lét líka til sín taka í umræðum drengjakollinn, þetta táknhlaðna tískustatement 3. áratugurins. Í þeirri umræðu lagði Guðmundur áherslu á að stutta hárið væri ávísun á kynusla og því andstöðu við lög náttúrunnar, og þess utan væri hér á ferðinni fagurfræðilegt skemmdarverk. Í pistli í tímaritinu Vöku árið 1927 skrifar Guðmundur: Ég heyrði í æsku sögum pilt sem vildi hefna sín á stúlku. Hann sveik staðinni og stýrði af henni flétturnar. Það þóttið mesta níðingsverk. Nú hefur einhver dóni í París fyrir nokkrum árum stýft flétturnar af fallegri stúlku og í staðinn fyrir að hengja hann eins og hann átti skilið hefna konur allar álfur þessa ódæðisverks á sjálfum sér með því að stífa af sér einhverja fegustu prýði sem Guð hefur gefið þeim. Bæði andlitsfarðinn og drengjakollurinn voru í þessu samhengi útlend lágmenning, erlend vogrek sem skapaði sérstaka hættu fyrir íslenskar konur umfram aðrar að áliti Guðmundar. Konur höfðu ekki síst á þessum árum alltumlíkjandi þjóðernishyggju sérstöku hlutverki að gegna sem menningar berar og voru þess utan sérlega viðkvæmar að mati Guðmundar og fleiri opinbera menntamanna fyrir menningarlegri spillingu og úrkynju. Í þessari orðræðu urðu andlitsfarðinn og drengjakollurinn til merkis ásókn útlendra eyðingarafla, klár andstöðumynd þjóðmenningarinnar sem birtist í síðum fléttum og fagrum hörundslit sem féll svo einstaklega vel að þjóðlegum klæðnaði íslenskra kvenna og í reynd að kyn- og arfbundnu þjóðræði. Frá sjónarhóli samtímans þykir andúð Guðmundar á hárafari og húð umhirðu íslenskra kvenna næsta hjákátlega. Þótt hann hafi kannski engu logið heilsufarshættuna sem gat stafað af farðanum og siðferðins hættan, hún var kannski aðeins matskemmdari hjá hann. Ég hef sjálfur fjallað þetta viðhorf hjá Guðmundi sem dæmi hvernig klær feðraveldisins vildu stýra og stjórna konum til að falla dyntum og fantasíum kallana. Við höfum líka frá samtímamönnum Guðmundar þveröfuga sýn á drengjakollinn sem við getum frekar samsamað okkar lestri í sjónarmiðum manna á borð við Halldór Laxness sem gerðust sjálfkjörnir talsmenn nútímans og lásu úr drengjakollunum tákn kvenfrelsis
hinna nútímalegu og sjálfstæðu konu sem lét ekki boð og hefðir hefta sjálfstjáningu sína. Annað þekkt dæmi hraustlega viðspyrnu við meintri erlendri menningarógn sem ég vísaði til hér í byrjun tengt hinum sakleyslega Róman Emmu Southworth sem var meðal útgáfurita Jóhanns Jóhannessonar í upphafi 20. aldar. Eins og margir kannast við segir Kapítóla frá ævintýrum og raunum ungfrú Black mitt í glæfralegum fjallabálki í Virginíu, eins og segir í upphafi bókar. Sagan hafði upphaflega verið birt sem framhaldssaga í The New York Ledger, en hafði svo verið gefin út í bókarformi 1888. Sagan birtist í íslenskri þýðingu í vesturíslenska blaðinu Heimskringlu, en kom svo út hér á landi á bók 1905. Í opinberum fyrirlestri sem prentað var upp í einu Reykjavíkurblaðanna árið 1909 og vakti mikla athygli réðst Jónas Jónsson frá Hriflu, þá nýkominn til landsins frá námsdvöl í Evrópu og Bretlandi, harkalega að útgáfu Kapítólu og annarra rita útgefandans sem allar voru af því sauðahúsi sem mætti kalla útlendar afþreyingabókmenntir. Sakaði Jónas útgefandan beinlínis að eyðileggja íslenska menningu með því að halda amerískri lágmenningu á þjóðinni. Jónas hefur reyndar fengið þau eftirmæli að afdráttarlaus og harðsækinn málflutningur hans í þessu máli og mörgum öðrum sem snertu ógnir og viðgang menningarlífsins hafi snúist meira mælskulist og að slá pólitískar keilur en sjálft málefnið. En þótt Jónas hafi vissulega málað hlutina sterkum litum með penna sínum ekkert sem bendir til þess að honum hafi ekki verið full alvara. Það sem hann áleit sorpbókmenntir og vinsalar voru hjá ungu fólki í byrjun 20. aldar, sá hann sem raunverulega við þá bókmenningu sem hann áleit vera eina af grunnstoðum íslenskra þjóðmenningar og að með hnignun hennar væri menningarlegri stöðu, sjálfsvirðingu og framtíð þjóðarinnar stefnt í voða. Og það reyndar erfitt að útiloka að Jónas hafi ekki haft rétt fyrir sér. Að Kapítóla væri einmitt af þeirri gerð bókmennta sem stuðlaði að spillingu þjóðernisins. Að minnsta kosti miðað við þær forsendur sem að Jónas gaf sér. Kannski höfum við í samtímanum orðið þeirri afsíðunað bráð sem Jónas varaði við. Og það meðal annars fyrir tilverknað Kapítólu og lágkúrulegra stallsystra hennar sem að herjað hafa á menninguna. Hún hefur kannski mengað huga okkar og deyft viðnámsþróttinn einmitt á þann hátt sem Jónas spáði fyrir og því hlæjum við að því að hann skuli hafa talið einhverja óskapar ógstafa af ungfrú Black og svarta Donald. Þótt Kapítóla hafi haldið vinsældum sínum lungað úr 20. öldinni, verið endurútgefin nokkrum sinnum og endurprentuð reglulega, var Jónas frá Hriflu ekki einn að skynja ógnina. Þannig sagt að útgefandinn hafi ekki borið barsitt eftir stimplun Jónasar og að út öldina skýtur alltaf öðru hverju kollinum umræðu hættuna af þrenga bókmenntum. Mönnum hefur svið hversu mjög íslensk alþýða var sólgin í þetta efni. Í afmælisgrein sem Bjarni Ásgeirsson, alþingismaður, skrifaði í tilefni af 50. afmæli Jónasar 1935, rifjar hann upp þessa innkomu Jónasar í íslenska menningarumræðu og lýsti ástandinu árið 1909. Tilvitnun. Fólk svalg í sig ómetið, eins og sumar kirkjubækur frá þeim tíma bera með sér. En hvergi heyrðist aðvarandi rödd, ekki fyrir en Jónas mætti á svæðið. Og íslensk alþýða var sem sé farin að skýra börn sín eftir aðalsöguhetju þessa ameríska reifa. Þessi sterku viðbrögð má setja í samhengi við það sem á fyrstu árum 20. aldar var
samhengi við það að á fyrstu árum 2000. aldar var Íslendingum sérlega umhugað að sýna sjálfum sér fram á og heiminum að þeir tilheyrðu heimi siðmenntaðra þjóða. Til að viðhalda þeim veruleika þurfti að standa gegn lágkúrulegu lesefni en líka sporna við menningarlegri úrkemjun sem hugsanlega gæti orðið fyrir áverkan óæðri kynþátta og frumstæðra síða þeirra. Landnám ragtime og foxtrot og annarar tónlistar og dansmenningar af þeim toga í upphafi 3. áratugarins eða þeirra tónlistar og dans sem í einu orði hafa verið kennda við jazz var af sumum talið nákvæmlega dæmi þetta og tilefni til að sporna við fæti. Líkt og í rocki, punki og rappi síðar á öldinni fóru í jazzinum saman hljómfall og hreyfingar sem settu í uppnám helstu kennimerki veruháttar borgaralegra siðmenningar, kurteisisvenjur háttvísi og líkamleg ögun sem í jazzinum viku fyrir óöguðum eða frumstæðum hreyfingum sem svo voru skilgreindar og sem líklegar væru til að brjóta niður siðferði óharðnaðra sálna. Allt frá því að ómur eða óhljóð jazzins fóru að berast til Íslands á árunum upp úr 1920 stigu fram sérfræðingar á sviði tónlistar, þjóðlegra hefðar og sálgæslu og buðu fram álit sitt á þessum tónlistarstíl og menningarlegum afleiðingum hans. Í Ríkisútvarpinu föstudaginn 3. apríl 1964 flutti til að mynda séra Pétur Magnússon, þjóðþekktur prestur í Vallanesi og rithöfundur, erindi sem hann nefndi áhrif negralaganna á menninguna. Markmið erindisins var að gera hlustendum ljósa þá geigvænlegu hættu sem menningu okkar búin af þeirri villimennsku, ósiðsemi og ruddaskap sem þessi svokölluðu negralög búa yfir og eitra einkum sálir barna og unglinga. Og hér vitna ég til skrifa Áskels Snorrasonar söngstjóra sem tók þátt í umræðinu sem af erindinu spratt en hann kvaðst séra Pétri með öllu sammála það að þessi lög eru sannkallaður andlegur óþverri. Erindi Péturs skrifaði sinn í orðræðu sem var orðin býsna kunnleg á þessum árum og hafði gosið upp öðru hverju síðan á 3. áratugnum og má tengja við það sem að félagsfræðingurinn Stanley Cohen kenndi við siðafári eða moral panic í rannsóknum sínum, en í rannsóknum sínum beindi Cohen meðal annars sjónum þætti fjölmiðla, stjórnmálamanna, löggæslu, opinberra menntamanna, presta, sérfræðinga af ýmsum togum í að magna upp fár vegna aðsteðjandi ógna umfram það sem tilefni var til. Í því samhengi áhugavert að greina þá orðræðubundu aðferðafræði sem siðverðir á borð við Pétur Magnússon beittu til að draga fram hina yfirvofandi hættu. Í erindi Péturs vísaði hugtakið negra lög, einkum á sérlagi til jazz. En þeim munið þetta var flutt 1964, þannig að undir þetta vildi hann láta falla ýmsar aðrar tegundir dægurtónlistar, svo sem eins og rockið. Með þessari nafngift var öll sú tónlist, svo sem hún var nákvæmlega, sem hann telur eitra sálir barna og unglinga, tengd við flökkumenn, sem hann tengdi svo aftur beint við Afríku og villimennsku. Hann virðist þannig gera ráð fyrir að jazzinn sé í eðli sínu afrísk tónlist og að negralögin hafi borist fullsköpuð með þrælum sem fluttir voru vestur haf á 17. og 18. öld. Þótt ýmsir hafi komið á framfæri leiðréttingum og sett fram flóknari söguskýringum ætt og uppruna jazztónlistar, skýtur þessi tenging við villimennsku og Afríku reglulega upp kollinum. Hættan var ekki síst sögð felast í því hvernig villimannslegt hljómfallið kallaði fram danshreyfingar sem tjáðu lágkúrulegar hvatir og frumstæða kynóra. Það var ekki einungis að jazzinn spillti hugum íslensk æskulýðs, heldur legði hljómfallið undir sig líkama þeirra sem síst skildi og dró niður á lægsta plan siðmenningar.
Annar vinkill á þessu tenging jazz við klám, vændi og almenna spillingu á siðferði og fegurðarskyni. Þannig var Guttormi Erlendsinni talsvert niðri fyrir í Stúdentablaðinu árið 1936 þegar hann lýsti skoðun sinni á samkvæmislífi Reykvíkinga. Negramúsíkin, skrifar hann, mest áberandi þátturinn á hljómlistasviðinu og hefur gerspillt smekkmann á fagurri tónlist. Jazzin engin músík, heldur klám í tónum, sem alls ekki samboðin síðum mönnum. Og í öllu samkvæmislífi ríkja hinir ruddalegustu siðir, stjórnlaus áfengisnótt og blygðunarleysi í kynferðismálum aðaleinkenni alls opinbers skemmtanalífs. Það heldur engin tilviljun að ómenning og siðlausi skuli fara hér í vöxt. Guttormur þessi sem við drögum aðeins úr þessu var reyndar hallur undir nasisma, auk þess að vera ungur maður og því ekkert endilega sérstakt autoritet hvorki tónlist, siðferðinni fegurð. Áþekka samtengingu milli jazz og ómenningar þó að finna í viðhorfum fólk sem hafði meiri menningarlegri vigt í samfélagsumræðinu. Í viðtali við Morgunblaðið svo seint sem árið 1977 rakti til að mynda Ragnar H. Ragnar, skólastjóri tónlistarskóla Ísafjarðar, rætur jazzins til vændishúsa í New Orleans og fleiri borga Bandaríkjanna. Þarna í upphafi, sagði Ragnar, og ég vitna beint í viðtal við hann, var aðalatriði ofsafengið hljóðfall með alls konar argi og óhljóðum, allt miðaði við að örva frumstæðar kynhvatir viðskiptavinnuna. Til aðgreiningar frá músík var þetta nefnt jazz. Hann leggur sem sagt áherslu á að uppruni jazzins tengist markaðssetningu á vændi, væri eins konar tæki vændishúsa eigenda til að auka umsetninguna. Stundum var þetta sett þannig fram að jazzin steypti saman í eitt ómenningu af þessum tvennum rótum, annars vegar frumstæðu Afríku og hins vegar vændi vestrænna stórborga. Þannig ættfærði ungmennafélagsfrömuðurinn Helgi Valtýsson jazzdansinn árið 1925 annars vegar til þeirra sem lægst stóðu í kynþáttabundnum píramída siðmenningarinnar með sinni óheftu tjáningu á frumstæðum hvötum og hins vegar til illræmda knæpa og vændiskvennastaða, heimkynna svæstustu útfærslu stórborglegar úrkenninnar og siðspillingar. Líkamstjáning sem væri ættuð frá Afríku með millilendingu í svörtum íbúum Bandaríkjanna og eða í sóðalegum pútnahúsum hafnaborga heimsins voru óhjákvæmilega andstæða siðmenntaðar líkams, ögunar og siðgæðis. Í orðræðu Helga og annarra sem lýstu áþekkum skoðunum tók jazzinn þannig stöðu andhverfu íslenskar menningar. Fjær var varla hægt að komast hinu sanna Íslendingseðli eða þeirri siðmenningu sem umbóta stjórnmál þessa tíma miðuðu að. Með því að tengja jazzinn vændi stórborga og frumstæðu Afríku og skilgreina hann leið sem algera andhverfu hins íslenska, dregst upp erkimynd af menningarlega og siðferðilega háleitum Íslendingum. Í samhengi við það heilbrigða jafnvægi sem Sigurður Nordal hafði vikið að að sú menning sem vex upp fyrir aðkomin áhrif standi djúpum rótum í eðli og fortíð þjóðarinnar, sem aftur var forsenda velfarnaðar, var jazzinn með þessu skilgreindur sem alfarið ósamrýmanlegur bæði kynþáttabundu eðli þjóðarinnar og menningararfleifð. Það forvitnilegt í þessu samhengi að andúð af þessum menningarfyrirbrigðum sem ég hef hér nefnt, afþrengar, bókmenntum, andlitsvarða, drengjakollinum og jazz, og reyndar fjölda annarra dæma menningarlega viðspyrnu sem að ég hef ekki tíma til þess að ræða hér, allt frá móderníska málverkinu, ástandinu, kannasjónvarpinu til þeirra menningarógna sem að við stöndum frammi fyrir í dag. Nú greina áþekka þræði í orðræðinu víða lönd. Í meira eða minna mæli hafa öll þessi menningarfyrirbrigði velt af stað síðafári, þar sem sérfræðingar, fjölmiðlar, stjórnmálamenn, sálgæslumenn, lagaverðir hafa skilgreint hvað menningarlega æskilegt
og hvað samfélaginu andstætt eða andstyggilegt. Matter out of place, svo ég vísi í þekktan frasa breska mannfræðingsins Mary Douglas. Þannig var andúðin á djassi ekki bundin við Ísland þó svo að íslenskir menningarverðir settu viðspyrnuna í íslenskt samhengi. Rasísk andúð á þessari gerð tónlistar var auðvitað alltumlíkjandi í Bandaríkjunum á rasísk andúð á djassi. Og sú orðræða endurómaði í íslenskum miðlum. Með því að spyrða djassinn við ýmsar hugmyndir sem viðtekið var að líta á sem ósiðlegt, ómenningarlegt eða óþjóðlegt, var verið að skilgreina eðliseigindir hópsins, kynþáttarins eða þjóðarinnar, sem göfugurar eða á einhvern hátt á aðra siðmenningarplani. Í þessu samhengi skipti ekki máli hvort verið var að spyrna við því sem álitið var óamerískt eða því sem þótti óíslenskt eða jafnvel óítalskt ef út í það er farið. Samanber til dæmis að kommúnistaleiðtoginn og hugsuðurinn Antonio Gramsci fann djassinn allt til foráttu og tengdi hann millilega laust við afríska villimenn og virtist í skrifum sínum ekki átta sig á eða líta fram hjá amerísku samhengi tónlistarinnar líkt og sumir íslensku samfélagsrýnarnir gerðu. Annað dæmi þetta alþjóðlega einkenni á neikvæðu orðræðunum djass má tengja því sem Nordal orðaði sem menningarlegt landamæraeftirlit. Þetta með að við mættum ekki opna málvort og menntir fyrir erlendu vogríki. Í pistli sem Björgvin Guðmundsson, síðar tónlistafrömuður á Siglufirði, skrifaði frá Kanada árið 1924, hvatti hann til þess að Íslendingar myndu hafa varan á, ganga undan með góðu fordæmi áður en djassinn myndi nema land á Íslandi að nokkru marki. Lagði hann til, og ég hef áherslu til að ætla að hann hafi gert það í fullri alvöru, að blátt bann yrði lagt við þessari tegund tónlistar á Íslandi. Það yrði bæði landi og þjóð til blessunar og ennfremur hvað hann það, og hér vitna ég orðrétt í hann, ekki ólíklegt að aðrar þjóðir myndu fylgja uns þetta yrði að alþjóðalögum. Það yrði nú ekki neinar umræður þessa tillögu hér heima að því best veit. Hins vegar sá ég í blaði nokkru seinna frétt það að stjórnvöld í Búlgaríu hefðu bannað djass. Ég held að þessi frétt eigi nú ekki við nein rök að styðjast eða ég hef minnst okkar ekki fundið samhengið, en það er augljóst af fréttinni að blaðamannum þótti þetta vera þjóðráð. Að endingu langar mig að víkja stuttlega að því hvernig hugsun óæskileg erlend menningaráhrif sækir gjarnan til líkamlegra eða læknisfræðilegra myndlíkinga þegar varað er við hættunni. Þetta til dæmis áberandi í umræðinni óhlutbundna myndlist hér á landi sem skaut upp kollinum nokkru áður en farið var að ástunda slíka list hér á landi, ekki ósvipað og átti við djassinn. Umræðan í því tilviki var einfaldlega flutt inn frá Danmörku í forvarnarskyni, eins og bókmennafræðingurinn Benedikt Hjartarson hefur ítarlega gert grein fyrir. Lykilmaðurinn í þeirri umræðu var sýklafræðingurinn Karl Júlíus Salómonsson sem yfirfærði þekkingu sína á smitleiðum sjúkdóma yfir á menningarlífið, kannski ekki með ósvipum hætti og Max Nordau hafði gert áratugum áður þegar hann greindi hnignun siðmenningar aldarhvarfanna með myndlíkingum úr læknisfræði og sálarfræði. Hættan sem menn skynjuðu og skynja kannski af óæskilegum menningaráhrifum þannig oft hugsuð með því að sjá menninguna fyrir sér sem líkama sem sýktur skæðum sjúkdómi. Þetta dálítið sérstök og umdeild leið til að hugsa sér útbreiðslu menningaráhrifa, en engu að síður býsna algeng, kannski af því hún svo myndræn.
Af ótal dæmum nefni ég hér bara eitt sem úr grein sem skrifuð var í blaðið Akranes árið 1957, þar sem höfundur segir, og ég vitna beint, það ömurlegt til þess að vita hvað þessi holdsveiki á sviði tónana sem djassinn skuli hafa hertekið blóma þjóðana. Hlutnendar. Smitsjúkdómar eins og holdsveiki dreifa sér líkamann rétt eins og djassinn þjóðarlíkamann og heimsbyggðina. Myndlíkingin sterk ef maður fellst á hana. Þjóðmenning með holdsveiki býsna illa stödd. Að lokum. Eins og ég vek að áðan eitt af mikilvægum hráefnum siðafáls það þegar sérfræðingar, fjölmiðlar og aðrir tengja tiltekna menningararfurð einhverju því sem þegar hefur neikvæðan stimpil meðal almennra borgara. Líklegt að Afríka, vændishús og holdsveiki hafi fram eftir 2000 og kannski ennþá haft neikvæða merkingu í huga margra Íslendinga, ef ekki þorra fólks. Með því að tengja djassinn við þann menningarfarangur sem þegar fylgdi þessum fyrirbærum á Íslandi, við frumstæða villimennsku, kynferðislega og samfélagslega lausung, vændi og klám og illvígan sjúkdóm, skapast rík ástæða til að vísa vogrekinu úr landi. Og þeir sem skrifa með þessum hætti leið að spegla eigindir íslenskrar menningar í hinni aðstendi menningarvá að utan. Í siðarfárum getum við þannig greint sýn manna á inntak og endimörk íslenskrar þjóðmenningar. Með því að skilgreina drengjakollinn, eða það sem einn nefndi smóðkollamenningu, sem andstæðu þjóðlegrar höfuðprýði íslenskra kvenna gátu talsmenn þess að íslenskar konur skortuðu síðu hári, skilgreint sérstakar þjóðlegar eigindir, skilgreint og skilyrt kvenlega líkamsmenningu og svo framvegis. Og svo ég leggi áherslu á það enn og aftur að úrkynjannar hættan í þessum dæmum sem ég hef nefnt var álitin raunveruleg og líkamaður veruháttur djassins og annarar frumstæðrar líkamstjáningar var táknið hinnar fullkomnu andstæðu þessum þótti eðlileg og eftirsóknarverð leið fyrir íslensku þjóðina til að sýna og sanna fyrir sjálfu sér og umheiminum að hún bjó í reynd yfir andlegum og líkamlegum menningarauð sem gerði hana að menningarþjóð meðal menningarþjóða. Skilgreinandi þáttur í íslenskri sjálfsmið hér líkaminn og hegðunin sem skilgreinst af andhverfunni, því sem sagt var að Íslendingum sé óeiginlegt og eyðileggjandi. Svo framandi líkamstjáning og veruháttur sem náð hafði tökum á hluta íslensku kvenþjóðarinnar á árum síðari heimsstyrjaldarinnar, þeirra sem gerði sér dælt við útlenda hermenn, þótti þannig til vitnis að andhverfa Íslendingseðlisins hefði tekið völdin. Það sem hinn stórkostlegi rithöfundur Steindór Sigurðsson kallaði eskimóa og halanegra eðli. Grænland og Afríka þarna í einum pakkanum. Eskimóa og halanegra eðli hafði náð tökum á kvenþjóðinni. Fyrir utan að breyta hugsunarhætti og tjáningu yrðu afleiðingarnar eins og raun bar reyndar vitni, breyting á erfðamengi landsmanna. Takk fyrir.